verkefni 5 snýst að taka niðurstöðuna úr verkefni 4 og setja upp responsive og í grid. Þannig að þá sjáum við hérna, það eitthvað að, það eins og sé eitthvað gráslíki yfir öllu hérna, en þetta á alltaf að vera hvítur bakgrunnur, ég veit ekki hvaðan það kemur, ég eitthvað að skoða þetta. Er þetta ekki bara protection? Protection er að leka yfir allt, það gæti þetta verið. Það gæti þetta alveg verið, að því að við sáum hérna áðan, sem að var skrítið, Jú, það er bara nákvæmlega það. Það sem að við sjáum það hérna, slíkan er farin og ástæðan er sú að protection er hérna, leitar að næsta containing block og næsta containing block er HTML-ið sem þýðir þá er þetta feri upp í toppinn á síðunni okkar hér og niður hingað og dregur þetta yfir allt. En með því að setja á headerinn, position relative, þá breytum við headernum í containing block sem þýðir að þetta stoppar þar. Ok, þannig að nú lítur þetta aðeins betur út. Skjáskotin eru líka þá svolítið skítug. En við erum þá komið með eitthvað grid hérna sem er gefið með verkefninu og þetta hagar sér allt eins nema núna sjáum við að þetta leggst upp að gridinu akkurat hérna og sama hér og þegar ég síðan minnka gluggan að þá á einhverju tímapunkti dettur þetta niður í að taka 5 dálka, ég verið að taka 6 dálka hér þessi sést betur að gera þetta hérna og þá eru þessi 2 brotpunktar sem við erum að horfa á þessu eru 1000 pixlar og svo þurfum við fyrir ennþá neðar og 600. Þar sem við förum úr því að vera með þetta í svona í að efnið flæði bara allt niður. Og þið setjið þetta upp með grid til þess að staðsetja þetta á gridinu og svo setjið upp breakpunta til þess að skipta á milli hvar þetta gerist. Og þið getið haldið áfram með ykkar lausn á verkefninu eða þið getið notað sýnilausnina sem verður gefin út á miðvikudaginn, gefið að það verði ekki seinkað. Ég vona að þið séu búin að vinna upp skuldina sem að sum ykkar voru í seinustu viku til þess að vinna þetta verkefni áfram. Og ef við skoðum hérna aðeins með þetta, hvort það sé eitthvað sérstakt hérna, það eru skjáskot sem eru tekin í þessum hérna stærðum og það er myndband sem sýnir þá í skölunum sem ég var að sýna ykkur núna áðan og svo er í raun sama hérna, það eru eitthvað gildi sem eru gefin, það er eitthvað gefið í rótinni, það er búið að bæta við þar þessum dálkum og hérna, já. Þannig að í upplýsingunum hana, þegar að breiddina ára 1200 pixlar en þannig að í skjálfum sem gefur með þannig að víkiskjálfum þá er það 1400 pixlar. Ég held ég er búin að breyta, ég bara gerði mistök. Ef að hafa þetta 1400 skiptir svo sem ekki öllu máli. Það er bara hvað er mesta breytin sem þú getur verið með. Að þegar við erum að hugsa þetta responsive, þá er það bara tala. Og, við getum haft það 1100 eða 1333 eða whatever. Það er bara, þurfum að velja einhverja tölu. Þannig að hér eru takmarkanir eins og áður, nema nú erum við aðeins farin að bæta í. Þannig að það má vera með þetta, byrjum við, ég held hreinlega að hérna vanti að bæta við, nei hérna kemur gridið, það hefur nú mátt setja það eins og flexbox í sér hérna og svo er þetta bara að setja þetta upp, skila svo GitHub, setja upp á Netlify þannig að þetta ætti að vera bara svona orðin ágætis keisla í þessu hjá okkur. Einhverjar spurningar? Geggjað.